Já, góðan dag. Jóhanna Thelma Einarsdóttir heiti ég og ég ætla að kynna fyrir ykkur talmeinafræði sem mjög spennandi fag og margþætt. En það þverfræðileg námsgrein sem staðsett innan læknadeildar og að náminu koma menntavísindasvið, heilbrigðisvísindasvið og hugvísindasvið eða íslenskan. En eins og við vitum að þá eru mál og tal mikilvægir þættir í lífi hvers einstaklings. En það fjallar einmitt talmeinafræðin. Hún fjallar mál og tal og mál og talmein og hvernig við getum elt málfærni einstaklinga. Við verðum að gera okkur kleift að tjá okkur og eiga í farsælum samskiptum hvert við annað og það mikilvægt að hafa góða þekkingu á því hvernig við getum elt málfærni einstaklinga á sem skilvirkastan hátt. Í talmeinafræðinni þá byggjum við greiningu og meðferð, tal og málmeina á nýjustu þekkingu og rannsóknum gagnreyndar aðferðir og mælingar. Talmeinafræðingar starfa í nánu samstarfi við aðrar fagstéttir og það hefur vantað mjög talmeinafræðinga til starfa. Áður en námið byrjaði 2010 þá voru mjög fáir talmeinafræðingar starfandi eða mjög fáir sem komu erlendis frá og höfðu lokið námið þar síðustu 10-15 árin. En þetta breyttist nú með því að við gátum fært námið heim og fræðigreinin sem sagt frávik í máli og tali en líka fæðuinntöku og það eitt af því sem að hefur verið svona vaxandi grein innan talmeinafræðinnar. Talmeinafræðin sérhæft fag og hagnýtt sem býður upp á fjölbreyttan starfsvettvang og innan talmeinafræðinnar, námsbrautarinnar, mjög öflugt rannsóknarstarf. Inntökuskilyrðin í talmeinafræði BA, BS eða B1 próf með að jafnaði fyrstu einkunn og nemendur þurfa að hafa lokið ákveðnum svona undirbúningsnámskeiðum. Auk þess að hafa BA, BS eða B1 próf áður en eiginlegt nám í talmeinafræði hefst. Þannig að við getum sagt að nám í talmeinafræði eiginlega 4 ára nám. En 3 ára nám. Þessi undirbúningsnámskeið sem sagt námskeið í málfræði, íslensku og almennum málvísindum, 40 einingar, í sálfræði, 35 einingar og það hægt að sjá nánar þessi undirbúningsnámskeið í kennsluskrá talmeinafræði heimasíðunni. Nám í talmeinafræði eins og ég sagði áðan 2 ára framhaldsnám og svo bætist þetta ár við í undirbúningsnám. Þannig við segjum stundum að það 3 ára nám en þetta þegar fólk komið inn í talmeinafræðina þá það 2 ára framhaldsnám, auk starfsþjálfunar. Námið 120 einingar og lýkur með prófgráðunni Master of Science. Það skiptist í skyldunámskeið og verknám og meistaraprófsritgerð. Í þessum skyldunámskeiðum þá eru svona margvísleg námskeið eins og til dæmis taugalíffræði
taugalíffærafræði fyrir talmeinafræðinga sem fjallar hvernig mál og tal tengist heilastarfseminni og heyrnarfræði, tal- og kyngingatruflanir, en líka málþroskaröskun barna sem fjallar ef börn læra ekki tungumálið eins og önnur börn eða eiga í erfiðleikum með að tileinka sér tungumálið, sama af hvaða orsökum það er. Það er líka málhljóðaröskun barna, ef börn eiga erfitt með framburð á ákveðnum hljóðum, þá fjöllum við greiningu á því og hvernig við getum lagað það. Staf- og flausturmæli, ef fólk stamar á erfitt með að koma því frá sér sem það ætlar að segja, eða er flausturmælt óskýrt í tali. Svo námskeið óhefðbundnar tjáskiptaleiðir, sem eru leiðir sem eru notaðar ef fólk getur ekki tjáð sig með svona á hefðbundinn hátt með tali, og rödd og raddveilur. Þetta eru svona skyldunámskeið og svo tengist verknámið þessum námskeiðum. Þannig að nemendur læra á vettvangi að hagnýta það sem þeir hafa lært í námskeiðunum. Lokaverkefnið sem sagt 30 eininga meistaraprófsritgerð og venjulega og aðallega unnin á síðustu önnunni, þó að nemendur hafi kannski byrjað aðeins áður. Ritgerðarefnið velur nemandinn í samráði við kennara sína og dæmi rannsóknar ritgerðir sem hafa verið gerðar til dæmis samanburður á lífsgæðum einstaklinga sem hafa fengið heilablóðfall með eða án málstóls, en málstól þýðir það ef maður hefur misst málið í kjölfar þess að maður hefur fengið heilablóðfall. Síðan það prófun á málþroskaprófunu málfærni eldri leikskólabarna, en við höfum verið að hanna í námsbrautinni málþroskapróf, MELB, auk annarra prófa, en þar sem við erum náttúrulega bundin við íslensku og íslenskt mál, að þá getum við ekki þýtt beint bara það sem hefur verið gert í öðrum málsamfélögum, þannig að við þurfum að hanna frá grunni próf og gera þau áreiðanleg og forprófa þau, og þannig að það sé mark á þeim takandi. Síðan hefur við líka verið með börn sem eru sein til máls. Það börn eru ekki byrjuð að tjá sig fyrir 2 ára aldur, eða svona við 2 ára aldur, ef það vantar kannski orð og þau eru ekki farin að mynda setningar, þá talað að þau séu sein til máls. Og það var ein ritgerð sem fjallaði orðaforða þjálfun barns sem var seint til máls og var að kenna barninu orð, hvernig væri hægt að reyna að koma málfærninni og málþekkingu barnsins betur af stað. Að námi loknu þá fær nemandinn sem sagt MS-próf í talmeinafræði, og að loknu því prófi og 6 mánaða þjálfun, verklegri þjálfun undir handleiðslu talmeinafræðings, þá hægt að sækja starfsleyfi til landlæknisembættisins. Og dæmi starfsvettvang eru það sem talmeinafræðingar starfa, það eru sjúkrastofnanir, endurhæfingarstöðvar, þjónustumiðstöðvar og skólaskrifstofur, af því að mál og tal mjög nátengt öllu námi síðar, og lestur og lestrarerfiðleikum, það tengist líka máli og tali, þannig að það þeir talmeinafræðingar koma inn í leik- og grunnskóla og svo starfa þeir á einkareknum stofum, talmeinastofum. Starf talmeinafræðinga sem sagt mjög fjölbreytt og starfsvettvangur margvíslegur. Þeir vinna í nánu samstarfi við kennara, lækna, sálfræðinga og aðrar uppeldis- og heilbrigðisstéttir.
Talmeinafræðingar vinna við greiningu og íhlutun. Það er að segja bæði að greina hvort að vandinn sé til staðar og einnig að reyna að breyta því ef það er hægt. Og dæmi vanda sem þeir sinna til dæmis málþroskaröskun, sem sagt ef börn læra ekki málið eða unglingar á eðlilegan hátt, eða framburður og hljóðkerfisraskanir, eða vantar hljóð til dæmis, eða ef maður greinir ekki rétt úr hljóðum, eða stam og raddveilur, tjáningar, erfileikar eftir heilablóðfall og síðan er það kyngingartregða. Ef þið hafa áhuga á talmeinafræði, þessu margþætta fagi, þá bara endilega hafa samband talmein@hi.is og svo bara vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að hafa hlustað. Takk fyrir.